fyrsti dagur í Ítalíu ferðinni hafinn. Þarna er herbergið okkar. Það er þarna. Við erum á þessu fína hóteli, endilega bara hringið í þetta númer og fannst herbergið. Við bara ákváðum að keyrðum bara hingað inn og tjekkuðum hvort það var laust herbergi og það var laust herbergi og það er þetta herbergi þannig. Sjá. Þetta? Nei. Nei. Í þessum fína litla bæ hérna sem heitir Þarmur. Ekki? Tarp. Hvar? Hér í Bispingen er þetta fína hús á hvolfi. Ég þori ekki að inn. Ég hrættur að ég eftir að fara alveg á hvolfi. Það hús er vinsælt meðal ofurhetja. Já. Hér erum við í bænum Celle í Þýskalandi. Austur á Hannover einhverstaðar. Hér er mikið af gömlum húsum. Svo síðast. Hér í miðbænum er bara frítt að leggja á sunnudegi. Það er bara mjög gott. Miðbærinn hérna í Celle virðist bara allir vera í þessum gömlu húsum hérna. Svo er hurð hérna á húsasundinu. Já. Og læst og allt. Þetta er afskaplega snyrtilegur og fallegur bær. Já, svona gerist þegar maður ákveður að keyra ekki hraðbrautina, heldur að keyra sveitavegina. Það er nefnilega, þá sér maður hlutina. Hraðbrautinni sér maður ekkert að tré og aðra bíla. Yfirleitt einhverja sem eru brjálari að komast fram úr manni. En hér í Celle er gríðarlega fínt og flott. Takk hraðbraut fyrir að vera í vegagerðarframkvæmdum. Hér er svo kirkjan þeirra í Celle. Hún er ekkert ljót. Þetta er sjálfsagt einhver myndlist en þetta er bara málað á sko. Já. Bíðum nú við, svo hérna hinum megin við hornið. Þar er einmitt tré og kirkjuturn og alls konar. Haldið það sé.
stóð til að við myndum kannski keyra þarna A7 en sem betur fer erum við ekki verið að gera það. Það er bara að tæpa. Þetta er hluti af, já bara mjög stuttur hluti af hraðbrautinni A7 sem heitir E45 á Evrópumáli. Liggur alveg frá suðurendar Ítalíu minni mig og langt norður í Svíþjóð. Eitthvað svoleiðis. Þá erum við komin hingað af þessum voðalega kastala hérna sem að kemur ekki mynd af. Þannig er hér við bæði Fussen sem er hérna ægilega alveg við austurrísku landamæri. Þetta er Poppland, heimili nýrrar íslenskrar tónlistar. Gaman. Dla nich to jest morze. Nú erum við að leiða upp að einhverjum kastala sem man aldrei hvað heitir. Nefun eitthvað. Það er þarna uppi. Hvernig gengur? Wow, jag var Komin hingað. inte med att köra först på det. Það er einhver fréttatilkynning. Þetta heitir sem sagt Neuchen. Nei, það er þetta að segja þetta. N-E-U-C-S-C-H Neuschwanstein, eitthvað svoleiðis. Neuschwanstein. Kastali. Пока мы доедем, будет... Det är inte bara flytta hingað. Ekki flytja hingað? Nei. Nei, okkur. Það er enn eitt vídeó á kastalaði. Neuschwanstein. Ég er að tala um myndalínu. Sniðugt. Það er svona rafmagnsmótor sem maður heldur við. Það hjálpa hestunum. Hér erum við í 1180 metra hæð yfir sjó. Það er að taka fram, þetta er ekki sjórinn. Þetta er bara eitthvað fjallavatn hérna. Hér erum við á leiðinni upp á
Stelvíó fjallið. Aðeins að koma við á þessu hóteli hérna og nota salerni. Þá erum við komin upp á Stelvíó fjall. Ég man ekki alveg hvað við erum hátt uppi. Það er einhverjir nokkrir 1000 metrar. 25 minnir mig, eða 3. Það er gaman. Náttstaðurinn að þessu sinni er Hótel Endren eitthvað, manni hvað það heitir. Hér í bænum Malonno í norður í fjöllunum á Ítalíu á nótt. Og þannig er ísbúð ef maður vill fá sér ís. Nei, heyrist í klukku. Lengst upp í fjalli. Hvað er hún? Kannski hinum megin bara við húsin. Annars er kirkja hérna upp í fjalli. Það taka mynda, já þetta er nú, ég held þessi kirkja. Þetta er bara einhver knæstalið, en við sáum
uppi á fjalli, uppi í 1800 metrar hæð. Einhver stað þarna upp frá, eða ég veit ekki nákvæmlega hvað það var. Það var þarna, við erum búin að vera að keyra eftir þessum fjöllum í dag. Alltaf verið að brjála þetta. Það mætti nú eitthvað remixa þessi hljóð hérna. En allavega, þannig við fjöllunum keyrðum við fram í kirkju í 17-18 metra hæð. Það var mjög skrítið. Engi bílastæði. Hér í Siena erum við búin að taka á leigu íbúð. 40 fermetra íbúð. Og það fylgir vinnukonu með? Nei. Hvernig finnst þér þessi íbúð? Þetta er geggjuð íbúð. Lítið kósí eldhús. Ég veit ekki hvað var búið hér. Vörpgelo. Þú sefur í sofanum. Nei, ég sef ekki í svefnsófa. Frekar en, nema ég þurfi nauðsynlega, sem eiginlega aldrei. Vá. Það er ekki skápar hérna með þér. Þetta er rosa. Og þessi fína kælguna, eða airconditioner, og hérna líka. Þetta er magnað. Ekkert að snakka þetta aðeins. Hér er ég staddur við höllina í Flórens. Bak við höllina er ægilegur garður. Mikill og flottur handlargarður sem ég er ekki búinn að skoða, en þarna kemur drottningin úr höllinni. Það var að hitta þessa drottningu